Bara Jakob, þú ert orðinn leikmaður KA, hvernig kemur það til? Það bara heyrt í mér í glugganum í sumar og bara frétta það áhugi og enda já bara og jú, það alveg nokkur liðið eitthvað sem heyrist í en þegar ég heyri frá KS þá fór allur áhugin bara þangað og vildi bara græja það sem fyrst. Var einhver spurning að þú fara strax í glugganum? Já, en það var mest eiginlega hugsað bara fyrir svona eftir tímabil. Ekkert strax, en það var örugglega ekkert stórt hlutverk og mér langaði bara að klára tímabilið fyrir inn á Húsavík, þannig að já, eftir tímabilið var eiginlega bara raunin. Af hverju KA? Hvað heillar mest KA? Það var bara staðsendingin, en það frekar nálægt bara heima og náttúrulega bara mikla tengingar bara við Húsvíkinga og bara feta fótspor pappa. Og pabbi leikmaður KA? Já, pabbi var leikmaður KA í 7-8 ár held ég eða eitthvað. Þannig að þegar einmitt frétti af áhuga þaðan, þá eiginlega bara var ég ákveðinn að fara þangað. Heldurðu að það hefði tekið illa í að þú farið eitthvað annað? Nei. Það hefði það nú ekki, en hann var líka svona mest ánægður ef ég hefði valið þetta, myndi segja. Akkurat, ertu að koma hérna á flytja inn á Akureyri eða hvernig gerir þetta? Herri já, það búið að redda íbúð og planið að vera fluttur bara í byrjun janúar, desember, eitthvað þannig. Og já. Talar að það er auðvitað sterk tenging við Húsavík í KA-liðinu. Bara, ertu búin að fylgjast vel með Húsvíkingunum í liðinu síðust ár? Já, maður fylgist alltaf með Grímsa og Hrannari og Geira og öllum þeim og hafa fínt að hafa Ella til dæmis í sænstu tímabili. Það var gaman að geta allavega að spila með honum allavega eitt tímabil, en já, það er gott að hafa svona sterka tengingu. Hvað er svona markmiðið? Ertu að sjá fyrir þig bara að vinna sæti í liðinu, það er fyrsta markmiðið eða hvað? Já, það er fyrst og fremst bara, ég get ekkert verið að setja kröfur eða neitt, það er bara, ég er búinn að mæta nokkrar æfingar og það er klárlega tempómunur og allt það og ég þarf bara að venjast í sem fyrst og vonandi bara komast í liði sem fyrst. Það er bara plan nummer 1, 2 og 3. Og svona þín besta stað, er það framherjinn? Nei, það er mest á vinstri kantinu eða ákantinu, en ég er bara klár í að spila hvar sem er á þessu fremstu 3. 4 með 10 líka, en já, kantinum framherji. Það er bara, mér finnst bara bæðið fínt. Í hvaða hlutverki varstu svona mest hjá Völsungi? Ég varð bara heppi með það, við spilum mikið í gegnum mig á kantinum með að vinna í kringum Ella og í 10 og þegar hann var meiddur þá er ég bara settur fram og sem ég hafst bara mjög gaman og fínt, mjög skemmtilegt að spila það hlutverk. En já, ég var bara mestur á kantinum til þess að reyna að nýta hraðan. Skora 10 mörk, komstu jafnvel sjálfur þér á óvart? Já, ég myndi segja það. Ég var nú ekki búist við því en eins og ég segi sem betur fyrir hafði allir mikla trú á mér og vildi mikið spila í kringum mig, þannig að já. Er erfitt að taka skref frá Völsungi að yfirgefa félagið? Já, það er alltaf það. Ég sá mig eiginlega fyrir mig bara spila þangað til ég bara hætti. Eins og bara Bjarki Baldvins tók náttúrulega aðeins hérna inn á Akureyri en bara eins og þeir margir vera bara í Völsungi. En þegar tilbúið kemur þá get ég ekkert sagt nei. Hvernig, ertu með eitthvað markmið varðandi næsta tímabili, fjöldi marka eða eitthvað? Nei, ég hef bara ekkert byrjað að hugsa það, bara fyrst og fremst að reyna að komast inn í liðið og spila með þessum mögnuðu leikmönnum og já, það er eiginlega bara markmið 1, 2 og 3 eins og staðan er. Hvernig heldur þú að verða að fylgjast með Völsungi? Það verður svona pínu erfitt að vera ekki með mann inn á en ég er bara mjög spenntur að sjá fyrir næsta tímabili. Var að skoða KSÍ í bara prófílinni þér, þú er búin að spila svolítið marga leiki með við aldur, byrjaði bara 16 ára? Já, það er bara þannig að Jói hafði bara mikla trú á mér leið ég byrjaði að æfa meistarafloknum og gefið mér strax bara mínútur og síðan lendum við bara í einhverjum meiðslum og þá fæ ég bara að spila með bara mun stærri hlutverk heldur en ég meira sjálfur var að búast við. En já, 16 ára byrjaði ég og síðan bara þegar allir byrja líka þá er ég alltaf hugsað bara sem leikmaður og ég er bara mikla þakklæti fyrir þeim báðum.
hverju með bara stuðningsmenn KA og áhorfendur bestu deildina búast við að þér þegar þú ert inn á vellinum næsta sumar? Heyrðu, það vonandi bara dugnaði og miklum hraða og bara ákveðni upp hana hvort sem það kanturinn eða frammeirinn eða whatever. Já, bara góðum fótbolta og bara spennandi sóknarbolta, vona ég. Takk fyrir þetta, Jakob. Takk.